Snorri, þetta var flottur leikur í gær. Hvað var það sem var til þess að við unnum leik í gær? Fyrst og fremst var náttúrulega bara það var miklu meiri barátta, meiri trú á þetta og menn voru bara að gera þetta heilum hug og svo fylgdi allt hitt svona hægt og rólega með og það svona náttúrulega var þetta bara betri leikur heldur en allan að tjekka leikurinn. Byrjunin var ekki beisinn, varstu farin að hugsa? Nei, ekki aftur. Nei, gerði það ekki. Þú veist, jú, hún var erfið, skilur, það var nú bara, þú veist, við þurftum aðeins að lesa vörnina þeirra og þeir voru þéttir og vissu það alveg. Þannig að þetta var svona þannig sjálflauka sem ég reiknaði með, en þurfti smá tíma til aðeins að lesa þetta og svo fann ég nokkru lausnir þarna og þá var þetta svona þægilegar eftir það. Það var eitt skipti sem þið skoruðu, markmaðurinn að skoraði, þú verður þetta bara að drífa þig í markið? Já, ég er að spara það. Já, við vorum langt yfir, þannig ég tek bara mikilvæga boltana, sko. Þannig að ég er ekki með góða prósentu þannig þegar ég er í markinu, þannig ég reynir nú að fara út á markinu, en það er rétt sem þú segir, ég átt að fara bara í markið þannig, það er þessu tilviki. Danirnir gríðarlega sterkt lið og með góðan þjálfara sem þið leikmenn þekkið mjög vel. Við hverjum að búast af landslið Dana með Guðmund undir stjórn? Bara, þú veist, fyrir að fyrst náttúrulega Danir bara með heimsklassa leikmann í flestum stöðum. Það er náttúrulega með 1, 2 og 3, svo erum við góðan þjálfara. Hann hefur verið að breyta þessum áherslur hjá þeim. Það hefur verið smá upp og niður hjá þeim, kannski ekki smikið hjá okkur, en meina Danir í svona bikarleik, það er alltaf erfitt, það er engin spurning. Það er þetta búist til fullt af hlutum. Gummi, hann getur spilað þessa aggressífu 6-0, hann getur alveg farið líka aftar og ætlaði að láta okkur skjóta fyrir utan, treysta á landín og greina markinum, hann getur klippt til leggsa út og allt það, sko. Þannig að við þurfum bara að vera með undirbúnir undir fullt af hlutum og vera bara klári saman hvað hann breytar upp á. En svo náttúrulega þegar inn enda á þetta þá náttúrulega bara snýst að spila leikinn saman hvað gerist og að við leikmennir séu klárir. Það er einmitt málið því að vera að sína þessu upp og niður leiki og tekið góðan leik og svo alveg hrunnið og góðan leik. Verðum við ekki að fá að sjá 2 í röð? Góð á þessu? Og það var ekkert verra allavega. Það er náttúrulega að segja þessu sjálft að ef við förum niður á þetta plan sem við höfum líka sýnt, þetta lélega, þá náttúrulega það voru ekki að spyrja því á móti liðans og Dönum. Þeir náttúrulega bara refsa okkur 1 og 3 og landa bara örugg og sigri ef við ætlum að vera svo kjánar. En þetta er búið að vera alveg nógu mikill rússíbani svona þessi riðill, þannig að við skulum bara vona að þetta sé komið gott. Ástandið á þér, hvernig ert þú? Þú erum 100 ára næstu, hvernig er staðan þar? Bara mjög gott. Þú veist, þetta 5 leikir á 10 dögum, það menna, þú veist, það tekur sem tóll líka þú 25 ára, sko, en þú veist, maður bara er skynsamur, maður reynir að sofa og borða og fara til Ella og Péturs og allt þetta, þannig að þú veist, lúin en ekkert sem verður eitthvað vesen á morgun, maður kýra sig upp í svona leik. Tilhlökkun? Já, engin spurning, gaman að spila við Dani, alltaf gaman og þú veist, þetta eru leikinni sem þú vilt spila, það er svona úrslitaleikir og tölur skemmtilega heldur President Cup. Takk fyrir Snorri.